Þróunin hérlendis í umgengni við þjóðfélagshópa sem falla utan við meginstrauminn hefur verið í þá átt að auka sýnileika þeirra og samtímis að auka fræðslu í samfélaginu aðstæður, hugmyndir og lífsreynslu fólks. Það er fagnaðarefni, en ég hef tilfinningu fyrir því að svo sé ekki með sama hætti þegar kemur að trú og trúarhefðum. Trú og trúariðkun hefur verið hrakin inn á svið einkalífsins. Á sama tíma og fjölbreytileiki trúarhefða á Íslandi hefur aldrei verið meiri með vaxandi fjölmenningu. Sýnileiki trúarhefða og fræðsla þær hafa ekki aukist að mínu mati sem skyldi. RÚV hefur ríkum skyldum að gegna í þessum efnum. Fréttastofa RÚV hefur sinnt hlutverki sínu, meðal annars með vönduðu innslagi Ramadan þann 27. mars síðastliðinn. En það er sláandi að sjónvarpið er eina ríkissjónvarpið á Norðurlöndum til að sýna ekki guðþjónustur á sunnudögum og svo eina sem sýndi enga trúarlega dagskrá í sjónvarpi frá pálmasunnudegi til annars í páskum. Það er sama hvar borið er niður. Opinberar sjónvarpsstöðvar í nágrannalöndum okkar sinna allar því hlutverki að sjónvarpa vikulega frá helgihaldi. DR starfrækir DR Kirken sem sýnir vikulega sjónvarpsútsendingar frá guðþjónustum dönsku kirkjunar. Sænska sjónvarpið SVT flakkar á milli kirkna á sunnudagsmorgnum og hefur í upphafi stutta umfjöllun hverja kirkju. En þar er lögð áhersla á að sýna frá sem fjölbreyttustum söfnuðum. Norska ríkissjónvarpið NRK sendir út vikulegar guðþjónustur frá kirkjum landsins og Finnar hafa útsendingur á YLE frá guðþjónustum á sænsku og finnsku. Jafnvel Færeyingar sýna vikulega sjónvarpsútsendingar frá guðþjónustum í mismunandi kirkjum á KFVAF. Fyrrnefndar sjónvarpsstöðvar sýndu jafnframt á páskum fjölbreytt trúarefni. Má það nefna heimildarmyndir inntak páska sem trúarlegrar hátíðar í sænska sjónvarpinu, páskahald í Vatikaninu sem undanfara lúterskrar og réttrúnaðar guðþjónustu í Finnlandi og trúarlegt tónlistarefni á borð við Matteusarpassíuna sjónvarpað á SVT. Sé litið til Þýskalands skiptist á ZDF, guðþjónustur kaþólika og mótmælenda. En á pálmasunnudag var sýnt frá Sankti Jósefskirkju í Kóblens og á páskadag frá Samaríterkirkjunni í Berlín. Hið sama má segja flestar ríkisreknar sjónvarpsstöðvar í Evrópu. Á heimasíðu BBC er að finna útlistun á páskadagskrá stöðvarinnar sem ber yfirskriftina Trú og von. En þar var sjónvarpað frá helgihaldi ensku biskupakirkjunar í tvígang á páskadag. Sýndir voru sjónvarpsþættir páskahald kaþólika annars vegar og í ensku kirkjunni hins vegar, sem og viðtalsþættir við múslima, hindúa, síka og gyðinga þeirra trúarhefðir og hátíðir. Ríkissjónvarpið hefur sýnt fjölbreytt trúarefni á jólum, en það á ekki við helgustu hátíð kristninnar, páska. Sjónvarpið sýndi á síðasta ári helgistund með biskupi Íslands á föstudaginn langa og var það eina trúarlega efnið sem sjónvarpið sýndi frá pálmasunnudegi til annars í páskum. Engin önnur trúfélög fengu það rými að frátöldum sjónvarpsfréttum. Í ár sýndi sjónvarpið enga trúarlega dagskrá frá pálmasunnudegi til annars í páskum. RÚV ber lögboðna skyldu til að fjalla og sýna menningu á Íslandi og það er varhugaverð ákvörðun að birta ekki trúarmenningu Íslendinga. Besta leiðin til að minnka spennu og auka virðingu í samfélaginu er að menningar og trúarhefðir séu sem sýnilegastar. Hringbraut sýndi reglulega þætti sem framleiddir voru af Fríkirkjunni í Reykjavík og N4 sýndi á páskum í fyrra sjónvarpsþáttinn Gleði sveifla. Í ár sýndi Vísir á páskadag þáttinn Friður og fjölmenning, þar sem fram komu fulltrúar ólíkra trúarbragða sem saminuðust í bæn fyrir friði. Sá þáttur var tilraun til að iðka raunverulegan frið, með því að gefa trúarskoðunum og hefðum rými og sýnileika og með því að fagna þeim fjölbreytileika sem einkennir okkur. Það hlutleysi sem kallar á ósýnileika trúarhefða
í beinni andstöðu við fjölmenningu. Friður og fjölmenning byggja á því að opna hjörtu okkar gagnvart náunganum og á því að opna augu okkar fyrir þeim sem hafa aðra hefð, aðra sýn, aðra menningu og aðra trú.